Góðan dag. Í þættinum í dag ætla ég að fjalla prentefni frá Prusa sem heitir Prusament og PLA-efnið frá þeim og ég er með nokkra litaútgáfur af því og ætla að sýna ykkur, þannig að kíkjum aðeins á það. Svo þetta prentefni, hérna Prusament PLA, fekk ég hjá Prusa. Þeir sendu mér nokkra rúllur til þess að fjalla á rásinni og fyrir að gera vídeo, en annars hafa þeir ekkert áhrif á hvað ég segi og ekki peningar eða neitt slíkt voru á milli. Þeir sendu mér bara nokkra rúllur. Ég er svona að reyna að vonast til að geta fengið einhver filament frá framleiðendum til að fjalla á rásinni og þetta er svona bara partur af því að fá stundum eitthvað frá framleiðendum. En ég ætla að kíkja aðeins á prentinn og sýna ykkur hérna hvernig þetta kom út. Þannig að hérna er ég með alls konar prent og við byrjum hérna bara á Bensi prentinu, svona klassíst. Það kom það bara mjög vel út. Hérna er gráa prentið og ekkert neitt einasta vesen á þessu prenti. Gekk bara vel. Saman með þennan hérna, ég prentaði þennan til þess að það komi mikið stringing. Það er smá stringing hérna, en ekki mikið, en það samt sé nokkra þræði. Og hérna er makercoinið mitt. Það leit bara vel út. Og hérna Sir Layers-a-Lot, hann líka kom vel út. Það var ekkert stringing sem ég sá allavega í þessum, kemur stundum í prentefnum, en annars leit hann bara mjög vel út, mjög sléttur og fínn. Og svo hérna overhang testið, það var svona smá hérna megin, kannski er þetta að sjá það er svona smá nudd hérna, það var ekki alveg nógu gott, en svona næstu því í lagi er þetta að sjá það. Og svo prentaði ég hérna Lord of the Rings kall og hérna supportið var hérna á og það small bara hérna á og mjög auðveldlega, þannig að það var stillt ágætlega inn þetta prentefni í Prusa-slæsinum, en náttúrulega Prusament. Þannig að hann kom bara mjög fín út. Þetta er hérna mjög slétt og fínt prent. Svo var ég að prenta hérna, þetta er bara svona fyrir 9 volta batteri sem að fittar í skúfurnar hjá mér. Þannig að prenta fyrir nokkra típur af batterjum. Þetta leit bara vel út. Og svo hérna hvíta, það kemur erfitt að sjá á vídeói, en þetta er svona dolla undir sýnishorn sem ég prenta út þegar ég að testa prentefni. Þannig að það leit bara vel út. Svo er ég búin að vera að prenta hérna fullt af svona Gridfinity dollum og griddum. Þannig að ég er prenta alveg haug á þeim. Ég er eiginlega búin að fara í gegnum 4-5 rúllur af prentefni í þessu Gridfinity ævintýri mínu. Og svo hérna þetta prentefni, það er svona marble color. Þetta er hérna súla sem er á sveitinni minni það sem ég álst upp. Og hérna hún kom bara vel út. Og slökk hérna aðeins og bjart hérna, ég sjá hérna aðeins núna betur. Hún kom bara vel út. Og hérna er eitthvað svona fidget toy líka. Það sést voðalega illa hérna að svona hvít. En þetta er bara svona eitthvað til að leika sér með. Þannig að þetta kom vel út. Svo hérna skannun af langafa. Svona plattir sem ég á hérna á honum. Þannig að hann kom bara ágætlega út. Þannig að það er smá svona wobble hérna í honum, en það er nú ekki með prentefninu að kenna. En annars kom þetta bara vel út. En skoðum aðeins hérna Solaritin hjá mér, það sem ég ber saman prentefni og þá getum við skoðað hérna niðurstöður mælingum sem ég gerði. Þannig að kíkjum aðeins á það. Þannig að hérna fyrst í þessu Solariti þá er ég að prenta út sýnishorn sem ég slíti sundur og ég er búinn að gera vídeo með græjunni sem ég geri til að gera það, þannig að ég geti kíkt á hvernig ég framkvæmi mælinguna. En grænu súlurnar eru þannig að þá standa sýnishornir upprétt og bláu súlurnar eru sýnishornir prentuð flatt á prentfleitinum. Þannig að það er meiri styrkur þegar þeir liggja flatt en þegar þeir eru upprétt. Og hérna er ég með Prusament filamentin hérna í endanum lengst til hægri og þar er ég enda með blátt hérna líka sem ég átti. En þið sjáu hérna samanburðin á við önnur prentefni. Það er svo sem engin stórkostlegur munur á milli grátt og marble filamentsins, en hvíta filamentið það er með lægri svona
viðlóðun greinilega í prenta upprétt og bláa áberandi meiri styrk í upprétt prentuninni en önnur prósamynd. Og þið sjáu ef við pásu vídeóið þá getið þið skoða önnur prentefni sem ég er búinn að prófa sem eru PLA prentefni. Þannig að þá getið þið borið það saman. En flatt prentunin sem þessi bláu þau eru öll mjög svipuð eftir litum. Það er engin stórkostlegur munur á milli litanna En áberandi litur munur sig með hvíta í það sem er prentað upprétt. Það er eitthvað í hvíta efninu sem að gera það veikara. Og ég þekki ekki efnafræðina bak við það. En svo er höggþól, þá er ég að brjóta prentefnið með græjunni minni sem ég er líka búinn að gera vídeó og þá sjáum við gráa, hvíta og marbúl filamentið, hvernig það kemur út. Svo er bláa filamentið líka prósamynd og er gráa filamentið áberandi lélegt í því sem er prentað upprétt en mjög svipuð flatt prentað við hvíta en svo marbúl filamentið það er áberandi sterkara miðað við hinn filamentin í það sem er prentað flatt og svo sjáum við samanburðið við önnur prentefni sem ég er búinn að prófa þannig að það er svolítið munur á milli prentefna hvernig þau koma út en það er merkilegt hvernig gráa filamentið er áberandi lélegt í það sem er prentað upprétt. Það er einhver skýring að finna bak við það. Svo er ég með mælingu á hvað efnið er stíft og hvað bognar mikið undan þunga og ég á eftir að gera vídeó það þannig að það kemur á rásinni hjá mér. Þá sjáum við lengst til vinstri prósamynd white, grey og marbúl og svo er ég með purple og blue líka sem ég átti og er marbúl og grey svipuð, lægri gildi en bláa og purple greinilega svigna minna, það er eitthvað í þeim sem ræður því og hvíta þar mitt á milli og svo ef þið pásið vídeó og skoðið þá sjáu önnur prentefni sem ég er búinn að skoða og getur borið saman þannig að mynda eitthvað skoðum hvort þetta sé betra eða verra en eitthvað annað en þetta er allavega mælingarnar. Svo þetta er það sem ég hef að segja um þetta prentefni, þetta gekk mjög vel að prenta og ég er búinn að prenta eins og segi alveg haug af Gridfinity dótið sem ég er búinn að vera að raða öllum skúfunum mínum upp og á eftir að gera meira en er búinn að gera helling af því og það gengið bara mjög vel. Ég lendi ekki í neinum vandræðum með að prenta úr þessu efni á prósaprenturunum og það kemur mér á óvart ef það myndi ekki ganga saman. Þannig að ég hef mjög góða reynslu af prósamenti á mínum prósaprenturum. Þannig að það var ekki verið að sjokk fyrir neitt held ég. Prófílarnir í prósaslæsir eru mjög góðir og ég er ekkert þurft að tjúna þá eitthvað til og svoleiðis þannig að þeir kunna á sín efni. Þannig að ég er bara mjög jákvæður í garð þessa efnis. Eini gallinn við þetta að maður þarf að panta það utan og sendingarkostnaðurinn er hár. Það er gallinn, en það er náttúrulega mismunandi líka bara eftir hvar fólk býr og svoleiðis en það er eitthvað sem maður þarf að lifa við með mörg prentefnin að þau fást ekki hérna heima. En þannig er það, en ég vildi bara þakka fyrir mig og vona að þið hafi haft eitthvað gagn af þessu vídeó og sjá okkur aftur í næsta vídeó. Takk fyrir mig.